Já, ég nefndi það að ég fjalla þarna heilmikið pólitíkina og sem sagt Oggi var í sósíalistaflokknum og það gekk nú á ýmsu og veit ekki hvort ég kannast við hérna það að það var þetta kreppan og kreppaárin og síðan og miklar deilur á milli krata og kommunista og svo gerist það að Stalin sem var hérna sósíalistar eða kommunistar fóru nú miklu eftir línunni frá Moskvu en svo var, og þeim var sem þetta verið skipað að starta í stríði við kratana og gefa þeim allt til bölvunar og öfugt en svo teka eftir því sem að nazistum og fasistum óx ásmegin út í Evrópu þá var breytt línu, tekið upp eins og þetta samfylkingalínu nema og það átti sem þetta kratar og kommar að vinna saman en síðan gerist það að Stalin gerir griðasáttmála við Hitler, Rússar við Þjóðverja og Þjóðverjar ráðast inn í Pólland og Rússar ráðast inn í Finnland og þetta urðu það sem að hérna Finnar kallar vetrarstríði og þarna lentu sósíalistar mikilvægir áttu erfitt með að skilja þessa atburði en þetta hafði þau áhrif á líf Ogges Kristjánssonar. Hann spilaði með jazzinu og þau spiluðu þessu til samkomuhúsinu sem var í eigu Sjálfstæðisflokksins og Oggi var rekinn. Og þetta orti allur reiðum. Oggi í höllinni hefur hljómleika, iðkað og söng því líf sitt hann listinni gefur en listannas brautin ströng. Svo þurfti þú hörmunga hendan að halda út á kommana braut hjá Sveini á óæðri endan eitt eilífa spark því hann braut. Það var þetta rekinn þetta er svona komið pólitíkin inn í líf fólks. Það er mjög gaman, ég bara hefði ekki tíma til þess að gaman að lesa pólitíkin þarna áskaplega hatrömm pólitíka á þessum árum og sem sagt þeir sósíalistaflokkurinn og hérna Alþýðuflokkurinn unnu meirihluta 1946 og mynduðu sem sagt meirihluta í bæjarstjórn og 50-54 þá kom Framsóknarflokkurinn þarna inn líka og það er svona gaman að hver voru kosningamálin að þeir vildu þetta er svona það sem við kallum sjálfbærni í dag. Það var semst að reka mjólkurbú og hænsnabú og það átti að koma niðursöðu verksmiðju og hérna bæjarútgerð, beilanhúsverksmiðju og stórbæta höfnina. Það var mikil áform og svo gerðu þeir gerðu sem sagt sáttmála og þar var bæjarútgerði mjög stórt og mikil mál sem áttu eftir að ganga mjög erfiðlega. Og Ólafur var bróðir Ogges var ráðinn bæjarstjóri og í viðtali í Eyjablaðinu, þegar margir kannski sem kannast við þetta, þá sagðist hann að hann alltaf á ævi sinni á von á því að verða beðinn að verða bæjarstjóri og svo sagði hann að ég genga starfið með heilum hug og þá ótti Árni einhver eigin ég genga starfið með heilum hug, segir Óli ég ætla að vinna því bráðum bug, segir Óli, að byggja nýjan og betri heim með bolsum 3 og krötum 2, segir Óli. Það er önnur vís. Ég nota tölvöld mikið af vísu því að þetta bókar síðirkjandi. Það er svo kallar Agogges vísur sem voru ortar og nú, já, auðvitað óskabarn Ogges var lúðrasveitarmanni. Og hann eitti náttúrulega ómældri orku í lúðrasveitinu og líka og náttúrulega byggja upp í gegnum lúðrasveit barnaskólans og síðan lúðrasveit gagnfræðaskólans.
og hann með þessu starfi í skólanum sko, þá var hann að fá gott fólk upp í lúðrasveitina og það var margir sem fóru þessa leið og það má Óli Laufási og ég nefnir alveg sérstaklega hann Guðni Landkvist og mér það svo minnistakt að þegar ég kom þarna í lúðrasveitin í Gagganum þá var ég var fyrsta bekk og þá var Guðni í 4. bekk og hann hafði náð þessum hreina tóni. Hann spilaði svo Louis Armstrong. Meðan við vorum svona að prumpa þetta svolítið óhreina tóna, sko. En þetta voru, og það sem ég sé líka, sko, maður sé það svo vel á myndum sem eru teknar á síðustu árum hans Olgeir. Hann var útslitinn. Hann var bara búinn að slíta sér út á myndum. Það svo, maður sér þetta bara, hann sko 54 ára gammal þegar hann deyr. Hann bara datt niður í kennslustund. Hjartaáfall. En bara svona sem ég fjalla ítarlega þróun lúðrasveitanna og ferðir þeirra, margar ákaflega skemmtilegar og þetta var mjög fjögurlið sem var í lúðrasveitunum. Og við vittum enn í stöðuminn að þá orti hann bæði lúðrasveitina sem er svona Blessuð sértu sveitin mín, sérdeilis í hægum lögum. Himnest óma hornin þín, heilla þau hvert meðal svín, þó að tútni tryggvin þín, tjóar ekki af við drögum. Blessuð sértu sveitin mín, sérdeilis í hægum lögum. Það syngja þetta. Þannig að, já, ég ætla kannski bara að lokum aftur að vinni þau minn. Þeir voru náttúrulega ákvæmlega miklu vinir, kynntust ungir og það var pappa óskaplega áfall þegar Olgeir féll frá. Og það var sérst útferð hans fór fram í 27. febrúar 1966, var ákvæmlega fjölmenn og mikið af blómum og það var mikið að skrifa, margir sem minntust hans. Og það merkilegt að þessi jarðarför var tekinu til á bandi, all tónlistin. Ég var í stúlknakór sem söng Ásta fæðir himin hæða og það var semst, já, það var flutt ýmis konar tónlist. En síðan í júní, fyrir júní, þá voru haldin minningartónleikar Olgeir. Það sem að eingöngu voru flutt verk eftir hann. Og þetta var mikil dagskrá. Hún hófst á því að kallar úr Sandkór Vestmannaeyja sungu 3 lög og síðan flutti Ási bæ ávar. Hann var nú veikur þegar jarðarförin fór fram og komst ekki, átti kvæði, minningarkvæði Olgeir. En í þessu, já, síðan söng kvennakór og Reynir Guðsteinsson söng einsöng að þetta voru miklu tónleikar. En í þessari ræðu þá segir: Þannig eru allir hlutir í heimi hér. Þeir eru eftir atvikum og ástæðum og eftir hvernig á það litið. Það er nefnilega ekki fullvíst að hvötin til þroska sé minna virði en þroskinn sjálfur. Ekkert blóm verður til án þess að frjóið falli. Ég veit þó ofurvel að til eru fullkomnari flytjendur tónlistar en þeir sem færa okkur þessa söngva hér í kvöld. Eigi að síður gengur það kraftaverki næst á þessum margumtöluðu verðbólgutímum skuli 60 manna hópur, húsmæður, verkamenn, flökunarmeyjar, iðnaðarmenn, póstþjónar, hjúkrunarkonur og svo framvegis. Já, skuli 60 manna hópur í þessum fiskibæ yfirgefa vinnustað sinn utan dyra og innan til að sinna þessu starfi. Sá látni vinur sem þessi tónleikar eru helgaðir sýndi með lífi sínu starfi hvernig hann leit á þessa hluti, menninguna. Hann taldi þá ofar öðrum verðmætum meðölin, leiðina til að gera okkur að mönnum hæfari til að lifa lífinu, njóta lífsins. Og hann skildi það öðrum betur að svo fremi sem hver skipa sitt rúm
vinnst eitthvað á í róðrinu. Við erum ekki í París, London eða Moskvu. Við erum hér, undir okkar himni, hjá okkar klettum, við okkar sjó og ættum að gera eins og við getum eftir okkar aðstæðum. Hann skildi þetta svo vel að þegar hann var eitt sinn boðið tónlistarstarfi í Reykjavík við sæmileg kjör, þá svarar því til að hann hefði nú einu sinni ákveðið að starfa fyrir þetta byggðarlag. Það sem hann mætti og kísi, heldur að lepja dauðum og skerðir í eyjum ef svo bæri undir en að sitja í hægu sæti og einhverjum öðrum stað. Það væri því verðug minningu hans ef við sem enn lifum mættum vera gæfu til að efla það sem hann bar fyrir brjósti alla ævidaga og að okkur eyjamenn mætti segja með sanni að við stæðum öðrum landsmönnum ekki að baki í menningarlegu tilliti. Því hafi nokkur maður plægt Akurinn til að svo mætti verða, þá var það Oddgeir Kristjánsson. Já, þannig var það. Þetta sem sagt það víða komið við í og ég fer náttúrulega yfir sögu svona útgáfu verkana. Það var hann hérna Alfred Klausen sem var fyrstur söng lög eftir Oddgeir inn á plötu, svo komu Helena Eyjólfsdóttir og Haukur Mortens og svo var náttúrulega, má segja Svavar Gests, hann átti náttúrulega mjög stóran þátt í að kynna tónlistans. Hljómsveit Svavars Gests var starfandi hérna árunum eftir 1960. Það var reyndar, ekki allir sem vita það, að það var hérna Stefán Lúdó sem var frumflutur í Veit kemur þjóðhátíðinni 1962. En 63 þá var Svavar mættur með söngvarana Önnu Vilhjálms og Berta Möller og það er svona í kringu það sem hann fyrir virkilega að kynna sér tónlist Oddgeirs og stendur fyrir því að það var gefin út 4 laga plata 64 held ég hafi verið, þar sem að Elli Vilhjálms söng í Veit kemur. Og það sagan, eins og ég hef heyrt sko, að Anna Vilhjálms, hún var mjög ung, hún var bara eitthvað 18-19 ára gömul og honum fannst hún ekki hafa nógu þroskað rödd fyrir þetta lag sem betur fer, því að Elli náttúrulega gerði laginu þvílík skil að ég held að hefði ekki betur gert. Og síðan voru þarna síldarstúlkurnar og býtum við hvað hann verið að, hún mætti það ekki. Óli Gaukur. Já, Sokkur Óli Gaukur, já, hann kemur, það er svo 68. Þá kemur svo, já, ég er að tala um 4 laga plötuna, sko, það var sem ég veit, og kemur síldarstúlkurnar, já, þá var ég ungur, mannum hvað fyrir það. En svo sem 68, þá kom stóra platan með Óla Gauk út og hún náttúrulega skipti algjörlega sköpum. Þetta er mjög flottar útsendingar. Og síðan hafa verk hans komið út í mjög mörgum útgáfum og hérna, það síðasta var að ég veit kemur að spila í Grey's Anatomy núna í vetur. Við fengum góða penning fyrir það. Ég skipti á milli okkar systkina. En já, þannig að sko verk hans lifa. Ég hefði getað auðvitað tekið svona mörg dæmi, það var náttúrulega alveg dásamlegt lífið á Heiðavegi 31. Það sem var náttúrulega gríðarlegur gestagangur, þessar flottu skemmtilegu konur sem áttu heima þarna í nágrenninu, Helgi Verkó og Saló og Unnur Guðjóns. Ég segi náttúrulega að það hittust yfirleitt í eldhúsinu hjá Söðursson upp úr 11. Það var þannig að Unnur hún átti tvær systur sem byggi í bænum og Unnur fór á hverju morgni í bæinn, svo fer í bakaríið og tilbúðina og kom við á systur sínu og heyrði náttúrulega allar nýjustu fréttir í bænum og svo kom hún til Sögu og þar var fréttunum dreift og mikið og svo var bara, sko, það er söguna því að svo var allt innu Unnur átt að segja því að klukkan var að verða 12 og hún bara fekk kartöflur pottinn á Sögu og stökk svo yfir
það var veggur hann á milli úr stökkri vegginn sko, og því að Fúsi maðurinn var að koma labbandi upp heiðaveginn og hún vildi helst ekki að hann sæi sko, það væri nú ekki komin lengur en þetta í að þjónum í hátteginu. Þannig að þegar svona var nú lífið. Og ég segi eitthvað sögur af henni Mönnu sem var hérna, hún var amma Guðrúnar Ögmundsdóttur, borgarfulltrú og þingkonu. Já, hún var vinnukona hjá Jónasi. Já, hún spáði bolla. Misgóðið dátum náttúrulega, misáræðanlegir. Og þegar hún sá eitthvað sem hún vildi ekki segja frá, eitthvað svo sem eitthvað, þá sagði já nú getur hún ekki reiknað. Eða hún sagði, nú er ég bara eins og núlið hattlausa. Ég veit ekki lesa út úr þessu. Það er svona komið spakmælinn upp úr henni. Skemmtileg kelling. Guðrún var svolítið líka henni svona í honningu. Já, ég ætla bara að stoppa hér. Endilega spyrjið frá þér. Endilega. Stuttarspurningar ef þið hafið. Það er kannski þetta með hug, þetta nú hefur lesið svolítið þetta er náttúrulega fjörugur tími þegar þið eru orðið á sig bæði og Flókudöðinsson. Þetta er líka frjóasti tíminn svona bókmenntalega og menningarlega. Það er til dæmis að við gefum Hnattbókasafnið þá hérna fannst mér alveg með ólíkindum fjöldi tímarita sem hér var gefið út. Hann er mestur á sem sagt á svona 20 skömmum tíma þegar eru svona rétt að byrja og rétt að fram til miðbik og svona eftir miðbik aldarinnar. Og þá eru fleiri tímarit gefið út hérna Vestmanni, nokkuðstur annars, það er svona svipað kannski á Akureyri. Gríðarleg fjöldi endingar, en kannski ekki endingar góð tímarit. Árnur Eyjum, hann var alltaf að gefa út einhver brandarablaðir og brandari þetta. Já. Íslaugur Högnason, sósíalistafóringinn, hann gaf alltaf að gefa út eitthvað. Já, og allskyns kveðjur og dundur þetta eitthvað. Og þetta var allt og þetta var það var eins og Sigurður Jónasson orðaði stundum að skoða beint í brúna. Þeir fóru í mannin, alveg á fullu þunga. Það var bara, og þegar menn voru að rífast þá var það yfirleitt þannig að þá gaf ég bara út nýtt tímarit til þess að svara. Það var ekki vinna í lag. Það er óskaplega gaman fyrir okkur að lesa sæfisögur þegar hún kemur út vegna þess að hún segir frá svo ekki bara spennandi manni en einstaklingi, þetta er líka alveg ótrúlega spennandi tíma og merkilegum og sérstökum og frjóum, alveg ótrúlega frjóum. Það sem þetta komið fram hérna að Oddgeir hann valdi að búa hér, mynda hér og maður sér náttúrulega öllu sem þeir voru að gera öllum textunum og þeir bara elskuðu Vestmannaeyjar í blíðu og stríðu og þannig að það var meðan sérst Oddgeir flest systkini hans flutti í burtu, hann var í eilífu basli út á Lúðrasveitarköllunum sem var strákunum sem flutti í burtu, það var búið að þjálfa menn upp og svo var þeir farnir. Það var til dæmis þarna eftir kringum 50, þá var svo, þegar var að byggja upp Keflavíkurflugvöll, það var svo ofboðslega mikið vinna þar og þangað fóru iðnaðarmenn, þetta voru mikið iðnaðarmenn sem voru í Lúðrasveitinni. Það var ekki svo lítið hægt að treysta á sjómennina, þeir náttúrulega var alltaf að koma og fara. Og þetta var, en hann, og það er það, náttúrulega, hann er Eyjamaður, hann náttúrulega fæddur hér á uppalinn, foreldrar hans flytja hingað og hann er hér alla sína tíð, fór nú, það er náttúrulega tíðgæst ekki af þessum árum að fólk var að fara
fara til útlanda, það var bara reynilega auðvitað gefnandi og það var svo mikið gjaldeyriskortur og það er mjög skemmtileg frásögnin sko að ferðinni til Tékkóslóvakíu 1959. Þá og hérna, ég segi svolítið ítarlega frá því, það var sko skemmtilega sko þetta að sigla með Heklunni, fyrst til Færeyja og svo til Noregs og svo til Kaupmannahafnar og það var þess þannig að á þessum árum það var búið að loka áfengisversluninni, þannig var að loka 53 eftir aðkvæðist bæðin, fyrir bindindis bæðin og það var því minn og örglættir, það var það panta og það menn sko eins og fyrir loka daginn sko það var alltaf panta til að og menn var alltaf komið sem það og það var alltaf pantaðir heilu kassarnir sko af víni og þegar og þetta semst að hérna þegar við fóðum Tékkóslóvakíu lögðast stað á þriðja þjóðhátíð sumir komu bara beint af þjóðhátíðinni og skrifu borð í koju og voru með þessi byrði með sér og þá var stofnað pósthús þetta hvað það pósthús og kjartinn í Djúpadal hann var gerður að pósthússtjóra og svo var mér alltaf að laumast á pósthúsið já, er ekki komið bréf og nema svo þegar við komum þarna báða þá uppgöttaði það að það nú engin annar en Þórbergur Þórðarsson, rithöfundur og Margrét kona hans og þeim þóttist eitthvað var mikið vera laumast með kallarnir og Kjartan sagði þeir þyrftum að geta vera laumkokast eftir það lindi svo ekki lyktin af þeim og nema þeir fóru að reyna að lokka Þórberg og hvort það mætti ekki bjóðunum að koma og skoða frímerki ykkar á frímerki og svo tókst þeim að lokka sem mjög sérstöku tókst að fá hann hérna til að koma á pósthúsið og honum fannst þetta var skemmtilegt og svo ákvað hann að halda sjálfur frímerkasýningu það er svona alls konar grín í frímerka og svo var þetta merkilegt að fara hérna Austur-Þriðja með þeir fengu þetta var menningarsamskipti Íslands og Tékkóslóvakíu það var undirtekning hætti ég segi þetta frá þessu ég má ekki gleyma því að náttúrulega sá sem að sko á nú drjúga hluti að skrifa og halda til haga svona ýmsu skemmtilega Sigurður Guðmundsson bróðir Árnum Reifum Siggi á Háiði ótrúlega drjúgur gegnum árin að skrifa greinar þessi ferðalög og í afmælisritum og sér já, það er það ýmslegt það væri klárlega hægt að halda áfram lengi já, en það er sem að ég tók eftir sem hún nefndi það er þessi skortur það er þessi skortur á heimildum þegar við erum hérna í Skjalasafninu að reyna að ná í þessum kvöldum persónalíuna þessi að bríð og dagbækur og annað þess áttar ekki til að nýsast í hvað akkúrat gerðist með þennan tiltekna þess að þeir persónur heldur til þess að reyna að koma inn eins og fyrir sakfræðing eins og Kristínu sem er búið til ævisögu og þú grípur skipti til skipti í tómt og það er bara þannig að það gefur ekki að sögn og þá fyrir þetta bara endar þetta fyrir hugum og ég vil segja það að á Landsbókasafni handrit þar 70% af handritunum svona þessum persónum handritum bréfum og dagbókum skrifaðu köllum 30% af konum og þegar ég kom hingað á bæði í Jónu Skjalavörðum að kíkja á stöðunum ekki kalla og penna hvað var það bréf og dagbækur nákvæmlega saman prosentum 70%. Þannig að svo verður á svona ráðstefnum það sem oft er talað að ég sá þetta dagbók vannum ég sá þetta bréfið og vannum og maður spyrir okkur ekki fara á saman og þá kemur einhver ég veit ekki hvað einhver svona eins og menn vilja ekki koma og sínu einhvern veginn eins og menn áttist ekki á því að þetta er heimildin þegar að sagnfræðingaframtíðar er bara að skrifa sögur þá geta þeir ekki gert annað en að nóg úr því sem fyrir liggur þannig að ég hvet alltaf til þess að skila sínum gögnum til og persónum gögnum en ég nefndi það ekki að Oddgeir kom náttúrulega svolítið við sögu leikfélagsins og
þegar var það að flytja þetta ætraföðskulföður og þrjáskálka og þessi dönsku leikur þar sem var sungið. Og þar spilaði nú með honum Anna Jensdóttir og móðir hennar var Ágústa Eymundsdóttir. Og það var merkileg kona. Mjög, og ég bara því að þið eru með barnabörninnar, þið barnabörninnar, já, að skoða svolítið heimildir hana. Hún var fyrsti formaður leikfélagsins, hún var einn af stofnendur Líknar. Það er bara rosalega merkileg kona. Svo ég grípi fram fyrir þeir núna, eða grípi inn í orðið, þá var Snorri, líka svona nefnirna sem kvikmyndahúsið okkur núna, og bíóið, hann var að skrifa sögur Reykjavíks Vestmannaeyja. Hvað gerist? Það vantar náttúrulega fyrstu bækur. Fyrstu áratugina, það var að búið að henda í rusli. Það er bara þannig, þetta er eins og byrjur rusli. En nú, nú skulum við ljúka þessu með þeim hætti að fyrsta lagi náttúrulega þakka Kristínu Kjartansdóttur. Það er gríðarlega gaman að hlusta á þetta og við vonumst til þess að fá hana að koma aftur þegar að bókin kemur út. Og getum séð fyrir okkur kannski fyrstu helginni í aðventu. Það er ennþá okkur búið að það er svona það er sem sagt það getur verið góður tími fyrir okkur til þess að njóta bókarinnar og sjá hana þá. En við skulum enda á því að fá Ballarssonkittið og kannski með því að fá þetta að spila fyrir okkur 3 lög. Og Ballars hann spilar á fiðlu sem er eitt sagnheima fyrirmanns. Og málið er það að öll söfn eru þannig, öll byggðasöfn eða söfn sem geyma hljóðfæri eru þannig og Stefán hann gerir til mig og til húsvísa að sem sagt ég veit alltaf með fiðlurnar og ég veit ekki hvort það gítar líka en alltaf fiðlan þá eru þessi hljóðfæri þannig að ef það ekki spila reglur á þau þá bara einfallega deyja þau bara syngi út, þau bara deyja. Hann sagði mig einn hljóðfærasmíður sagði mig ég hef aðeins grátið svo ég mun eftir einu sinn á ævi og það var þegar ég fór til Cambridge og sá hvað stráttu var í fiðlu í skáp. Okkur skyldi hann að gráti það, jú, þá er vegna þess að hann sá augafræði að fiðlan var tómur. Strengirnir dauði, það er að segja bara skorpnir og ónýttir og en hann var hjá okkur á Ballars og Kitty voru hjá okkur fyrir, hvað heldur Helga fyrir mörgum árum, 5-6 árum? Nei, mikið meira. Mikið meira, það líður 10 árum segir það bara. Og við vorum að velta fyrir okkur að þau ætlaðu að spila. Og hún var að spila á eitthvað eldgamalt organ, eldgamalt organ. Og þá segir Ballars, eigi ekki eitthvað eldgamalt hljóðfæri sem ég get spilað á. Og við komum með þessar fiðlu og hann segir, já, það er eitthvað í þessari fiðlu, það er eitthvað hljóð. Og hann gekk þessar fiðlu lánaða til þess að ná hljóðinu út og hefur síðan gerðan samning við Vestmannaeyjabæ að hafa þessar fiðlur til þess að spila á. Það er í samræmi við það sem almennt er á söfnum að lána þessar tegundar hljóðfærum eins og fiðlu, gítar og fleira sem bara deyr ef það fær ekki að lifna við í raunveruleikunum eða í notum. Og þessi fiðla var keypt af föður Árna símritara og Jóhannu Lárasdóttur konu hans þegar þau fóru til Júda. Þau gjörðust aldrei mormónar eins og kannski 10-15% af þeim sem þangað fóru. Steinunn Lárasdóttir, systir Jóhannu, lá í þeim að gerast mormónar og þeim leið fyrir það illa. Svo missaðu Ástrósu, dóttur sína
30 ára, hún er þá eldri, eldri en Árni sem ritari, hún er náttúrulega ytra og Birna ytra og þau koma heim. Música